ég byrja hér með Kristinn H. Gunnarsson, alþingismann, Dögg Pálsdóttur, lögmann og varaþingmann, Sigurð Kára Kristjánsson, þingmann og Ögmund Jónasson, þingmann. Ég ætla nú að byrja á ljósmæðradeilunni. Svona í síðustu tíðindin úr þessu var það að fjármálaráðuneytið ætlar að stefna ljósmæðurum fyrir dómstól, félagsdóm. Ég las á bloggi þínu, Dögg, að þér þætti þetta vandræðalegt og óklárt. Já, ég bloggaði smávegis þetta því að ég held nú að þessi deila sé af þeim toga að hún sé kjörið tækifæri fyrir ríkisstjórnina að sýna í verki að það sé meining á bakvið ýmislegt í stjórnarsáttmálunum. Þetta er tiltölulega lítill kvennahópur. Það eru þarna atriði í þeirra máli. Þær fá lægri laun fyrir meiri menntun heldur en sambærilega stéttir. Og þannig að mér finnst bara hreinskilnislega að byrja á því að stefna þeim, það setji svona málið í uppnám sem að sé algjörlega óþarf að gera og nú er ég bara að sýna viljan í verki og byrja. Það getur vel verið að sé ekki að það gerir þetta í einu skrefi, ég hef fullan stilning á því og ég hygg að allir hafa fullan stilning á því en þarna er tækifæri til þess að sýna að það eigi að gera það sem búið er að lofa eigi að gera. Þú segir að þetta séu mistök hjá fjármálaráðherra að fara þessa leið. Sko, fjármálaráðherra hlýt og hans ráðgjafar hljóta hafa einhverja ástæðu fyrir því og það hefur svo sem verið útskýrt að þetta sé lagatæknilegt atriði en ég veit ekki, ég minnst hef efasemdir að það sé slík nauðsyn að fá skorið úr þessu lagatæknilegu atriði að það réttlæti að gera þetta. Já, það sýnir kannski ekki mjög mikið sáttavilja heldur. Já, ég held allavega ef ég var í ljósmæðrahópnum að þá teldi ég klárt að þetta sýndi mjög lítinn sáttavilja, já. Já. Hvað segir þú, Sigurður Kári? Þið eru nú bæði í Sjálfstæðisflokknum og fjármálaráðherrann. Er þetta sniðugt útspil? Þetta hefur vakið upp, maður hefur orðið var við það, þetta hefur vakið upp mjög mikla reiði í garð ríkisins, í garð fjármálaráðherra. Það er alveg skiljanlegt vegna þess að þetta lítur ekkit vel út. Og ég held að það sé alveg rétt sem að Dögg minntist á hérna að þetta eru svona lagatæknilega atriði sem að menn vilja láta reyna á en svona opinberlega og út á við þá held ég að það sé nú rétt að það sé nú ekki til þess fallið að liðka fyrir samningnum þegar menn eru farnir að stefna hvorum öðrum. Það sem skiptir mestu máli núna er að reyna að ná samningum. Þetta er auðvitað alveg óþolandi staða en þá verða báðir aðilar að gefa eftir eitthvað af kröfum sínum og reyna að mætast einhvern veginn á miðri leið. Ljósmæður hafa verið mjög harðar á þessum kröfum sínum 25% launahækkun og ég held að ríkisstjórnin skilji alveg þeirra forsendur fyrir þessum kröfum. Ég meina, það er alveg skiljanlegt að þær vilji láta leiðrétta laun sín og maður skilur það að þær telja að þær hafi orðið eftir. Það á hins vegar við ýmsar aðrar stéttir. Ég nefni til dæmis sjúkraliða, þó ég sé nú ekki kannski að bera þessar stéttir nákvæmlega saman, að þá hafa þær setið eftir. Ég þekki það nú að því að mamma er sjúkraliði, en sko það verður að, í ljósi efnahagsaðstæðna og svona ýmissa atriða á vinnumarkaðnum, þá verður að gera þetta í einhverjum skrefum og ég bara vonast til þess að menn nái saman að gera það. En þetta er klaufalegt útspil, finnst þér? Já, sko, þetta er óheppilegt, skulum við segja. Þetta er óheppilegt og ekki til þess fallið að liðka fyrir samning. Sumir segja, Kristinn, að þetta sé einhvern veginn til voss það að fjármálaráðherra þjóðarinnar sé bara einhvern veginn alveg úr tengslum við kjósendur nú orðið. Ég skal ekki leggja dóm á það hvort að ráðherrann er svona heillum horfinn en menn vera aðgreina þessi mál held ég annars vegar kjaradeiluna sem að ráðuneytið á í við í ljósmæður og hins vegar deilur leikreglunar. Það gilda í landinu lög það hvernig eigi að standa að því að ná fram sínum markmiðum og bæði vinnuveitendur og launþegar eru bundnir af því og ef að annar aðrir en tilhörir hinn fari fram með þeim hætti sem ekki samrýmist lögunum þá hafa menn það úrræði að skjóta máli til félagsmála. Þannig að þér finnst það allt í lagi að fara með þetta fyrir dóm? Já, ég sé ekki hvað ráðherrann að geta annað gert. Það eru samningar framundan næsta ári og þá hefur við aðra stéttir geta beitt sömu úrræðum. En hann er náttúrulega stundum beita menn teknokratískum úrræðum og stundum eru menn pólitíkusar og reyna að fara sáttaleiðina. Það er kannski erfitt í því að þrátt fyrir að menn hafi mikla samúð gagnvart ljósmæðrum og ég held að öllum þykir mjög vænt þá stétt. Þá er ekki þar með sagt að ef að þær eða þeirra félag brýtur þær leikreglur sem að gilda á vinnumarkaðnum að þá eigi þær að komast upp með það en ekki einhverjar aðrar stéttir. Það verður að vera einhver samfella í framkvæmd laganna. En þetta er náttúrulega svolítið hlálegt því að það er beinlínis yfirlýst markmið í stjórnarsáttmála að það skuli ganga í það að laga kjör kvennastétta og svo kemur
könnun einmitt núna í vikunum frá starfsmannafélagi Reykjavíkur sýnir að þar nú launamunurinn að aukast frekar en hitt. Þannig að þetta einhvern veginn gengur svo þvert á það sem að þessi stjórn ætlaði að standa fyrir. En þá kemur hitt líka Egill, sko, að ljósmæður er ekki eina kvennastéttin. Nei. Þannig að ég sé ekki hvernig hægt að gera breytingar á kjörum þeirra til að draga úr þessum kynjamun án þess að gera sambærilega breytingar hjá öðrum kvennastéttum. Eitthvað verða menn að byrja. En það hefur náttúrulega verið bent á það með ljósmæðurnar að þær eru að fá lakari laun eftir meiri menntun heldur en sambærilega stéttir. Þannig ef ég hef skilið þetta rétt að þá er þær til dæmis lægri heldur en hjúkrunarfræðingar. Þannig að mann hefði nú haldið að þá væri þá minnst að hægt að lyfta þeim upp í það og gera þær þar sambærilegar. Og út af þessu lagatæknilega atriði að sko þetta er búið að liggja fyrir síðan í sumar og þá veltum maður fyrir sér af hverju var ekki tímasetningin önnur af því að núna þegar málið er komið í þessa hörðu deilu og þennan harðan hnút að þá svona kemur þetta óþægilega og þetta hafa allir skilning á því að það eru lagatæknilega atriði sem þarf að skoða en þar eru líka tímasetningar sem að skipta máli að séu réttar. Ég ætla að fara út í annað. Það er Ég ætla ekki að tala lengi um þetta. Ég ætla að tala um hann. Ég tel þessum mjög mikilvægt að leysa þessa deilu allra fyrsta og horfa til þess sem að ljósmæður eru að segja sjálfar. Þær eru að horfa til langs tíma. Nú er verið að bera þennan samning saman við samninga sem eru til mjög skamms tíma. En ég held að ríkisstjórnin þurfa að reyna að koma sér upp úr þessu fari og horfa á málið þá í öðru og breyttu samhengi. Ég held að það sé mjög mikilvægt að reyna að leiða þessa deilu til lykta hið allra fyrsta. Hingað er kominn Geir Hilmar Haarde, forsætisráðherra. Velkomin Geir. Takk fyrir það. Fáðu í þáttinn. Heyrðu, ég ætlaði nú að byrja einfaldlega á málið sem er svona eins og formálið af þessu hjá okkur, það eru ljósmæðurnar. Við vorum að ræða þetta áðan hérna og bæði tveir sjálfstæðismenn sem voru hérna voru sammála um það að það veri óheppilegt að vera að fara með ljósmæðurnar fyrir dómstóla eins og fjármálaráðherra ætlar að gera. Já, það má auðvitað segja að það sé óheppilegt en hann er að halda þetta til haga ákveðnum reglum sem gilda á hinum opinbera vinnumarkað það hvernig eigi og megi standa að uppsögnum og gagnvart öðrum hópum sem að ríkið semur við og þeir eru nú annað 100. Þá er mjög mikilvægt að þetta regluverk liggi fyrir og það er þess vegna sem að ákveðið var í júlímánuði að láta þetta reyna fyrir félagsdómi og nú vorum við að sjá hversu hratt félagsdómur getur unnið þetta mál, vonandi gerist það nú bara hratt og þá er þetta frá. En aðalatriði er það að þetta breytir ekki sjálfri deilunni kjörin, kaup og kjör og samningsaðilarnir verða náttúrulega að komast að niðurstöðu það mál, hvað sem þessu atriði líður og vonandi tekst það nú vegna þess að þetta er mjög náttúrulega mikilvæg og viðkvæm stétt í þjóðfélaginu. Það er mjög óheppilegt að skuli vera deilur hennar störf. Fjármálaráðherra stendur þarna mjög erfiða vakt. Ég þekki það sjálfur, hafandi verið í hans starfi í 7,5 ár. En það má auðvitað segja sem svo að ljósmæðurnar hafa þarna vissa sérstöðu og vonandi tekst að koma til móts við þeirra kröfur eins og reyndar tilboð fjármálaráðuneytisins gefa til kynna án þess að hleypa öðru í uppnám, án þess að það hefur fordæmisgildi gagnvart öðrum. Það er eiginlega þrautin í svona máli. Þetta útspil Árna vakti reiði, maður finnur það. Og af því leyti finnst manni það kannski ekki svona klókt í miðri svona þegar deilan virðist vera í þessum hnút. Nei, en þetta er ekki nýtt mál, sko. Það var sagt frá þessu í júlí og þetta er búið að vera, ég held að kæran stefnan hafi verið birt í síðustu viku, það er ekki sagt frá henni fyrir núna. Ég þekki ekki smáatriðin í því, en mér finnst bara aðalatriði vera sjálf kjaradeilan, ekki þessi formsatriði sem þetta snýst um.